Hvað er jörðin lengi að fara einn hring í kringum sjálfan sig og hvað er jörðin lengi að fara einn hring í kringum sólina? Við skulum skoða þetta. Jörðin og stuttasvarið 24 klukkustundir að fara einn hring í kringum sjálfan sig. Sólarhringurinn hjá okkur 24 tímar. Og árið, tíminn sem það tekur okkur að fara einn hring í kringum sólina, 365 dagar. En þetta svona í raun og veru? Nei, jörðin 23 klukkustundir, 56 mínútur og 4 sekúndur að snúast einn hring í kringum sjálfan sig. Við erum bara akkurat 24 tíma að komast á sama stað í átt að sólinni. Þannig að við þurfum að snúast alltaf smá auka út af snúningi jarðar í kringum sólu. Og við erum heldur ekki nákvæmlega 365 daga fyrir að hringa í kringum sólina. Þetta að snúast í kringum sjálf okkur, en þetta að snúast í kringum sólina. Við erum 365 daga og 6 klukkustundir og 9 mínútur. Við erum sem sagt meira en 365 daga. Hvað gerum við innan aukatíma? Við getum ekki bætt 6 tímum og 9 mínútum við bara gamlarsdag, haft hann 6 tímum lengri, því að þá myndi dagatalið, eða klukkan hjá okkur rugglast, þá myndi allir dagar, þá verið miðnætti alltaf rúmlega 6 á morgnana allt árið. Það virkar ekki og svo í hádeginu þá var allt komið á hvolf. Við geymum þetta. Í 4 ár þá bætum við hlaupári. Þá erum við búin að safna saman 6 tímum, einu sinni, tvisvar, þrisvar, 4 sinnum og þá erum við komin með 24 tíma. Þessar 9 mínútur fá að bíða aðeins lengur. Og þannig bætum við einum degi sem 29. febrúar, þá hlaupár. Og það hlaupár á 4 ára fresti. Alltaf ef að 4 gengur upp í ártalið, eins og 2024 var hlaupár, næsta hlaupár 2028. Og svona gengur þetta. Þessar 9 mínútur búa samt til smá vesen. Því að þetta of mikið að bæta við heilum degi og 4 ára fresti. Þannig að við þurfum að sleppa einhverjum hlaupárum. Og það gert á aldamóta árum. 1600 var hlaupár, 1700, 1800 og 1900 voru það ekki, en 2000 var það. Aldamóta ár sem enda á 00 ekki hlaupár nema talan 400 gangi upp í. Þannig að 400 gengur upp í 1600 og 2000, þannig að næsta aldamóta ár sem hlaupár 2400. Samt gengur 4 upp í 2100, 2200 og 2300, en þeim sleppt út af þessum 9 mínútum. Þetta kallað gregorianska tímatalið. Tímatalið sem við notum í dag, notuðum áður júníanska tímatalið, en þetta orðið nokkuð nákvæmt og virkar alveg fyrir okkur með þessum lagfæringum.